Komið sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum núna í dag í örkinn hans Nóa hérna í innbænum á Akureyri og það nú ýmislegt sem við ætlum að spjalla í dag. Við ætlum að spjalla mikið bækur. Við ætlum vonandi að hitta hann Össur hérna á eftir, Össur Skarphéðinsson sem var að gefa út sína bók ef það er flogið. Ef það er flogið. Já. Svo ætlum við að gefa hann Guðrún Karítas hérna frá Eymundsson og ræðir við okkur barna- og úlingabækur. Nú, svo verða jólin allstaðar, þau verða hérna í lok þáttar en það er Greta Salome og Friðrik Ómar og Jökvan og fleiri sem eru að ferðast landið og færa jólin til okkar. Svo ætlar hljómsveitin Eva að koma til okkar en þær eru að spila hjá leikfélagi Akureyrar og eru að undirbúa og æfingar eru hafnar á Gullna hliðinu sem verða sýnda þar í vetur. Og svo er það tæknihornið, kíkti til hann Sigga Rún í Advanja. Og svo eins og síðast þá ætla ég að baka lítið með henni Thelmu Þorbergs, fristingar Thelmu. Ég bakaði síðast. Já, nú komið að mér. Hann bara, næst er ég. Já. Ég ætla að byrja á þessari bók hérna, Útkall, Lífróður. Veistu, nei, ég ætla að segja, vertu sæll, en komdu sæll Óttar og velkomin til okkar. Komið sæll. Þetta er nú ekki fyrsta útkallið? Nei, þetta byrjaði nú ævintýri hjá mér fyrir 20 árum borð í þyrlu sem er geymd á Akureyri, TFC. Já. Þá byrjaði ævintýrið. Það er afskaplega venduð þann grip. Sem er á flugsafni. Ég er svo ánægður að hún sé við hér. Já, á flugsafni Íslands. Já, á flugsafni. Og þannig að þar byrjaði ævintýrið. Núna er ég að fjalla reyndar einn atburð sem tengist Norðurlandinu. Annar tveggja í þessari bók. En þetta byrjaði fyrir 20 árum og ég þetta er búið að vera svona mikið ævintýri, þetta er búið að ganga svo vel. Það var alltaf gengið vel, öll árin. Þetta er búið að vera fastur passi, meðan það að koma hingað á Akureyri og halda jól. Það er svona undirbúning. Og ég er svo þakklátur, afskaplega þakklátur fyrir bara þetta allt. 20 ár síðan fyrsta bókin kom út og 20 bækur, ein bók á ári síðan. Já. Og það er Stígandi, segðu okkur kannski aðeins frá Stíganda frá Ólafsvíði. Já, Stígandi var síldarbátur sem lagði upp hérðan frá Raufarhöfn og það voru Ólafsfirðingar sem voru á þessu skipi. Og síðan fara þeir norður undir Svalbarða og skipið að sekkur. Og þeir eru síðan 4 sólarhringa í gúmmíbátum. Svangir, þyrstir, kaldir, skjálfandi, yfirhafnalausir með lítið, nánast ekkert af vatni eða mat, það er stöðugur veltingur, það eru þvalur ískaldur botninn á gummibátunum, þeir eru með eina jullu sem fór með, sem er geymd í Síldarminjasafninu. Svona árabát. Og þannig að það saknaði þeirra enginn fyrir en eftir hátt í viku. Já. Þannig að þetta er ótrúlega hlutskipti, 4 sólarhringarúmir og þannig að skipstjórinn tókst ekki að senda úr neyðarkall. En þetta var í kjölfar þess sem að tilkynningarskyldan var lögbundin á Íslandi, er það ekki rétt? Jú, þarna byrjar hún sín bernskuspor og það er dálítið mikið hjá sjómennunum sjálfum að hafa net. Það var allur flotinn sem fór norður í Íshaf þarna á þessum tíma, síldin var búin að leita svona langt, sko. Og þannig að þeir eru að tilkynna svona hvern annan og talstöðunar á þessum tíma, þeir eru þarna, við erum að tala 1100 kílómetra norðaustur af Grímsey, norðurheimskautsbauginn. Þetta er jafn langt og frá Reykjavík til Englands, eða Grímsey og Hólm. Og það næri ekki talstöðarsamband alla leið. Þú eru að tala við einhvern í gegn eða þú ætlar að tala við Siglufjörð, þá verður að ná einhverjum bát á milli helst. En þetta er ekki eina umfjöllunarefni útkalls að þessu sinni eða hvað? Nei, svo er það sprungubjörgunin á Langjökli 2010 og þar falla mæðgin í sprungu. Það var mjög erfiður atburður að skrifum og hann er náttúrulega ekkert mjög langt frá okkur í tímarúmi en hann var mjög erfiður og þetta er einstök björgun. Þarna þurfa 2 menn úr okkar frábæru björgunarsveitum að síga niður öfugir og ná samt ekki til drengsins. Þeir þurfa að reigja aftur höfuð og ná með annar hendinni hinn aftur og svona einhvern veginn reigja aftur, hjálmurinn fastur. Þeir ná ekki einu svona anda. Þetta er svo þröngt og ákvörfi. Þannig að þetta eru svona staðan sem þeir voru í. Og ég segi aftur, okkar frábæra fólk og þarna var það
þetta voru mjög margar sveitir sem að komu að þessu og skiluðu einstöku starfi. Það bara ótrúð höriki sem þessi tveir sína í þessu byrju. Já, allir sem voru þarna, vegna þess að þetta tók ofsalega mikið á. Það barn þarna sem að þarf að bjarga sem á lífi og þeir björgunarsveitarmenn heyra veinin, svona angistar sársauka vein í barninu í gegnum talstöðuna sko, sem hjá þeim strákunum sem niður. Það heyrst allt upp. Hvernig líður okkur þá? Og maður neyri segir, ég næ honum ekki. Það eru 2 metrar í hann, það eru 3 metrar í hann, ég næ honum ekki, ég næ ekki að anda. Þú veist, þannig að á þessum tímapunkti þetta gríðarlega tvísynt og erfitt og svona tekur á okkur. Og þá kannski komum við að því að björgunarsveitarmennirnir ekki síður en fólki sem lendir í raununum, það þarf að fá svona sálfræði aðstoð, það fara áfalla hjá það, fara, hvað við köllum það, það þarf að fara yfir hlutina. Þetta eru svona miklu hlutur. Við fórum í þetta, ég og björgunarmenn, þeir voru búin að fara í áfalla hjálp hjá góðu manni Rúdolf Adolfssyni og en þetta var heilmikil hreinsun í þessu og eins náttúrulega fyrir þá sem að lentu í slysnu og það kannski kemur alltaf að því að við þurfum alltaf, það alveg sama hver við erum. Ég stónum fyrir framann skólabekk í Tjarnarskóla í fyrra og var að lesa þessu upp úr Neskustafabókinni minni. Þar sagði ég við krakkarna sko, nú þessi atburður hann lá í þagnargildi í 38 ár í rauninni. Það var ekki talað hlutina, það var ekki áfallahjálp, það var ekki aðstoð, það voru 12 mann sem fórust. Þetta miklu erfiðari atburður á margan hátt heldur en Vestmannaeyjagosi. Það sem 5.000 manns fóru inn í atburðunum. Ég er ekki að gera lítið út í. En það var ekki farið yfir þetta. Og þá sagði, ég leit svona aðeins yfir bekkinn og sagði, já krakkar, eitthvað hérna inni sem hefur eitthvað tímann átt eitthvað erfitt? Jafnvel eitthvað sem eitthvað tímann hefur eitthvað gert ykkur sem við þurfum að losa? Og það var svona, kom slóðþögn aðeins á hópinn og svona, en það kemur alltaf að því, við þurfum að tjá okkur alla hluti og maður hefur svolítið verið að gera það í þessu og fyrir það líka þakklátur. Að lokum að því að tíminn að hlaupa frá okkur, bara örstutt barnið þitt á lífi, bókina sem að Elín Hist skrifaði og hefur vakið töluverða athygli. Hér rankast útið sem að fæði barn í Serbíu 1992 og henni sagt á fæðingardeildinni barnið þetta dáið. Hún trúir því ekki. Hún svona sér lifandi fætur og síðan vinstri handleggurinn réttur hérna og hún fær spraut og hún var beðin að skrifa svo nafnið sitt undir eitthvað plagg sem hún vissi hvað var. Hún síðan 1997 lýsir hún sinni sem flóttamaður í viðtali við Kastljósið. Ógleymanlegu. Já. Og það verður til þess að 6 mánuði síðar stendur hún skjálfandi á beinunum á flugvellinum í Bolungarvík þar sem Ingibjörg Vaksdóttir og móðir hennar ákváðu að bjarga henni þangað til Bolungarvíkur og fjölskyldunni. Þau koma síðan til Bolungarvíkur og skjóta þá rótum, flytja svo suður til Reykjavíkursvæðisins og í Kópavogi búa þau og þar hringir síminn núna fyrir 3 árum og þar konur í símanum og segir Ranka, fæddið þú barn á þessum stað á þessum tíma, þessu sjúkrahúsi? Já, ég ætla að segja þér að barnið þitt á lífi. Ég er búin að vera að halda þessu samviskunni allan þennan tíma, ég ætla að segja að barnið þitt á lífi. Og þar með náttúrulega fer mikið í gang og hvað að gerast og það sem núna að gerast það að svissneskir fjölmiðlar eru farnir að skrifa þetta, já fyrir ekki, ég gleymi að segja það, að hún sagði barnið þetta á lífi, það býr í Sviss og því líður vel. Hann heitir Radko. Þannig að við vitum samkvæmt þessu að hann þar, hann 21 árs og nú erum við að leita. Svissneski fjölmiðlar eru að hjálpa til við þetta og þannig að þetta svona það sem í gangi og fjölmiðlar á Balkanskaganum eru líka að skrifa þetta og núna eru fleiri svona mál að koma upp þarna suður frá og það út af þessari sögu. Takk fyrir að koma til okkar oftar og til að hamingju með þessa 20 ára útgáfu. Ég veit að það eru margir sem að hreinlega bíða eftir útkallsbókunum til þess að eiga með konfektinu yfir jólin. Já, ekki bara margir hreinlega áskrifundur? Jú, ég held ég megin að segja það. Það svona það góður hópur sem að svona svo bætist nú oft við og allavega en það skemmtilega veit að þetta eru bæði kynnin og öllum aldri. Til hamingju með það, út með 2 bækur á markaðnum í ár og takk fyrir komuna, höldum áfram hérna eftir smá stund.
Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum í dag en núna erum við hvorki meira en minna en komin sko í búðarglugga í Amorahúsinu á Akureyri umkringd verðlaununum sem eru í boði fyrir hjarta ársins 2013. Miðbæjarsamtökin á Akureyri í samstarfi við okkur á N4 og sérst að leita að einhverju kærleiksríkri manneskju sem hefur látið gott af sér leiða á árinu og áskilið að vera valin þessa manneskja. Þið þurfum bara að fara inn á Facebook síðuna hjá N4 og segja okkur hver ykkur þykir eiga skilið þennan titil. Og það hefur nú svo sem bara gengið ótrúlega vel, fullt af ábendingum sem við erum að fá hjarta ársins. Já, þetta alveg bara yfir 100 ábendingar sem við fengið og þetta bara stórkostlegt hvað fólk að gefa mikið af sér. Og þetta líka minnir okkur á að gera góðverk fyrir aðra. Nákvæmlega. Og svona miðbæjarsamtökin vildi taka þátt í því með þessum leik að leggja árar í bát og þó þetta sé sko miðbæjarsamtökin á Akureyri sem eru að standa að leiknum og gjöfunum þá hægt að velja manneskju hvar sem er á landinu. Já, að gera bara hvar sem er á landinu og veist, það eru góðir einstaklingar allstaðar á landinu, ekki bara hér. Að sjálfsögðu. Og þegar við meinum hjarta ársins þá við höfum nú svolítið að vera að tala hvers konar manneskja er það. Það í rauninni má vera bara allt sem að fólk telur að sé viðeigandi. Góð, kærleiksrík, eitthvað sem við lætur gott að sé leiða með einhverjum hætti. Já, þetta er allt frá að baka pönnuköku og að bjarga lífi. Já, en það verður ekki auðvelt hjá dómnefndinni að velja hver á að vera þessi eini einstaklingur sem að verður valinn hjarta ársins 2013 því þetta eru ótrúlega margar tilnefningar og svo mikið af flottu fólki. En hvernig myndirðu, hvers konar manneskja á þetta að vera? Bara einhver, allt frá, hvers konar manneskja sem er? Þetta á að vera manneskja sem hefur gefið af sér og verið góð við aðra. Það er held ég megin reglan að vera bara góður við aðra. Alveg sama hvort það séu jól eða ekki. Og þetta er svona, og líka bara að benda á þeim kannski á aðvendunni, að eftir allt saman þá náttúrulega snýst þetta þó að þetta sé yndislegt að fá gjafir og pakka og hluti af þessu öllu saman að þetta snýst nú líka bara Já, ég er líka sannfærð að sá sem að fær allar þessar gjafir, hann mun gefa þær líka áfram. Já. Þú veist. Þannig að hjarta ársins 2013 fær sem sagt allar gjafirnar sem eru hérna í þessum glugga í Amorahúsinu. Fólk getur nú kíkt hérna við og allavega þeir sem eru hérna á svæðinu og séð, en þessar gjafir eru að verðmæti samtals 700.000 krónur. Já. Frá 60 verslunum í miðbæ Akureyri. Ég vissi nú reyndar ekki að það væri bara svona marga verslanir til þess að byrja með. Nei, þetta eru flestar verslanirnar sem að tóku þátt og það er mjög jákvætt að við höldum þessari samheldni og fá fólk innan fallega bæ sem við eigum hérna. Í hjarta bæjarins. Í hjarta bæjarins og þetta er bara, já bara allir velkomnir í bæinn, alltaf. Nákvæmlega. Ekki bara á sumrin, sko. Nei, en það er náttúrulega sérumærandi að labba hérna í miðbænum, náttúrulega. Já, við þurfum líka bara að fara svolítið bara svona 30 ár aftur í tíman og muna hvernig það var þegar við vorum börn og njóta. Já, og njóta. En eins og ég segið, það er hægt að sjá listan og auglýsingunum á borðanum hérna sem við vonandi náum bara að taka mynda hérna eftir og kíkja síðan á Facebook-síðan okkar og taka þátt. Já, að gera, benda, það er líka svo þakkavert fyrir þann sem er góðhjartaður að það er að fá hólið. Já, þó þess ekki nema tilnefningunum, við heyrum það strax að fólk er svo glatt í hjartanu já, það er svo gott að heyra að maður hafi gert eitthvað gott. Við heyrum það líka bara alltaf sjaldan. Já, nákvæmlega. Þetta eru fín lokaorð að minna okkur svolítið á það að vera hlý og notalega á aðvendunni og benda á það sem gott er. Og þið sem hafið áhuga á því að taka þátt í leiknum, farið inn á N4 sjónvarp síðuna á Facebook og bendið á þann sem að þið teljið eigi skilið alla þessa vinninga og vera valinn hjarta ársins 2013 og munið að það má vera einstaklingur hvar sem er á Íslandi.